Velkomin. Jó, hó, 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 Jó, hó, jó, jó. hó. Jó, jó, jó. Jólin Velkomin í þáttin Trú og líf með Svövu og Gunnari. Jó. Ertu að byrja með rappferilin aftur? Getur maður verið kristinn en rétt svo? Já, það er spurningin í dag. Getur maður verið kristinn en rétt svo? Rétt svo. Ég held að titillin að þættinum í podcastinu ætti að vera getur maður verið temúkristinn. Svona plastkristinn, svona ódýr, eða ekki? Temúkristinn. Getur maður verið temúkristinn. Svona ódýr útgáfan af kristinni trú. Þið heyrðu það fyrst hér, krakkar. Já. En Ef þetta fer hérna víral. Já, ef þetta fer víral. Er þú temúkristinn? Fullt af einhverjum eiturefnum og... Nei, Skulum ekki byrja að elda hérna. Nei. En já, þannig að þetta maður lendir í þessu, ef maður tala við fólk eitthvað um trú og þá kemur þetta oft upp í svona mismunandi útgáfum, kannski já, ég trú á Guð, en ég er ekkert eitthvað svona öfga. Og ég er bara svona öfga. Veistu hvað Jesú var öfga eða? Er spurningin samt um það? Ég veit ekki. Það er svona, þú veist, ég held að það sé meiningin á bak við það. Ég er ekkert svona strángur, þú veist, strángtrúaði, sko. Ég held að þetta væri meira svona, ég er kannski miskil spurningin, en ég held að spurningin væri sem sagt, frá herum kristna, þú veist, getur maður verið svona rétt svo frelsaður. Já. Er þetta ekki það? Jú, ég held að, en það getur líka verið fyrir fólk sem er kannski ekki að mæta í kirkju og eitthvað svona. En svo ég heyri oft spurninguna, ég heyri fólk segja, já, ég er bara með mína barnatrú og ég veit eiginlega ekki hvað ég á að gera með það. Ég veit ekki hvað það þýðir. Þetta einu leiti segir Jesú að við eigum að koma til hans eins og lítið börn. Þannig að, þú veist, ef þú meina það, þá er það ekki að við eigum að reiða okkur á hann. En hvað þýðir barnatrú fyrir flestum? Er það eða er það, já, ég er bara ekki búin að pæla mikið í þessu. Ég bara segi mína bænir og, þú veist, kannski veit ekki nákvæmlega hvað trúin er eða... Og svo er kannski með aðra kristna sem er að mæta í kirkjur og er bara eitthvað, já, ég er svona, þú veist, ég er mjög lélegur að fylgja Jesú, þú veist, get ég ekki bara rétt svo komist inn, þú veist, bara... Já, barnatrú, já, ég myndi pælt því líka barnatrú, ég meina að ég hugsa bara út frá mínu börnum, þú veist bara hvernig þau eru, skilur að þá, hérna, barnatrú vantilega bara, það svo elst upp við og þá svona bara, já, Guði til og skilur Já, ég ætla ekki að spyrja á spurninga, ég ætla bara að halda áfram að gera það sem mér var sagt og annað eins, en ég veit ekki hvað, ég þarf að spyrja fólk meira út í það oftast þegar það segir hvað meinar með barnatrú. Að þetta getur það verið mismunandi svo sem. En það er náttúrulega fyrsta lagi, þú veist, að því að við erum að spyrja getur maður verið rétt svo kristinn, að þá þarf maður kannski að byrja á að skilgreina hvaða þýðir að vera kristinn. Já, hvað þýðir að tilheyra Jesú? Og það ég held að við hugsum oft um trú sem hugrænt fyrirbæri í einu vestrænu löndum. Trú er eitthvað, þú veist, ég trúi á, þú veist, ég trúi á ríkisvaldið eða ég trúi á þetta, þá er það oftast bara ég er með hugmyndir í hausnum sem segja mér að ég er með jákvæðar hugsanir gagnvart þessu. En ég held að margir kannski hugsi um trú á sama hátt að það sé ekki endilega praktísk trú. Og ef þú vilt kannski hlusta meira um það, þá held ég að fyrsti þátturinn sem við gerum að trúa líf. Praktísk trú. Já. Trú með lappir. Það er trúin sem að Biblan talar um, að trú er ekki bara hugmyndir í hausnum sem ég segi já og amen við, heldur... Ég get líka bara að byrja á orða þannig sem ég veist alveg dundur gott. Er það bara að frelsunarverkið frelsar þig ekki bara rétt svo? Já, frelsaði algjörlega. Búm! Það er ekki? Wow, þú þurfa að passa, kom ekki með sprengjur inn í stúdíu. Þetta bara heila randi bara kom með þetta til mig núna og ég bara, ég hlýði, ég segi þetta upp átt. Engar sprengjur hér inn í stúdíóið. Ok. Nei, en ég held að fólk hugsa um þetta svona, kannski í prósentutölum. Þú veist, ég er ekki 100% kristinn, en ég er ekki 100% trúlaus. Ég er kannski 50% kristinn eða 75% kristinn. En Nýja testamentið talar ekki um trú sem eitthvað sem er í prósentum eða sem er bara hugræmt. Það talar um líf og það talar um dauða, þú veist, að ef ég kem til Jesú þá fæðist ég á ný, þá fæ ég nýtt líf í honum. Páll talar um í Efesusbréfinu í öðrum kafla að vera lifandi í Kristi og þá er það spurningin þú veist, ef við höldum okkur við það, get ég sagt að ég sé smá lifandi eða ég sé smá endurfæddur. Og þá er það svolítið svona þú veist, þetta er ekki hversu mikið þú trúir eða hversu mikið þú rembist við að trúa heldur hefur þú tekið á móti lífi í Jesú Kristi eða ekki? Og já, þannig að og svo þú veist... Eru ekki eitthvað vers við getum lesið svona samhliða? Eins og Jóhannes 3:16-18 er náttúrulega bara geggjum vers fyrir þetta.
Þú lesa það? Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki þegar dæmdur því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Já, og svo náttúrulega Efesus 10, 9-10 vesinn sem að við byggjum oft svona ef þú hefur farið í kirkju og hort á eitthvað biðja, bæn, svona frelsisbæn og þá er það oftast byggt á þessum vessum. Þú játar það. Já, þú játa með munniðinum, Jesús drottinn og trúir í hjartaðinu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, þá myndu hólpin verða. Með hjartaðinu trúið til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Já. Þannig að trúin ákvörðun að treysta á hann, ekki mæli eining á framistöðu mína, heldur frekar að treysta að Jesús sé raunverulega frelsari minn, að hann hefur greitt mína skuld, hann tók skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðin sínum og neldi það á krossin eins og Kólossabréfið annar kafli talar og að hann sé drottinn sem þýðir að hann drottnar yfir mér, að mitt líf ekki mitt lengur, ég ætla að gera það sem hann segir mér að gera. Og ef ég raunverulega treysti því að hann sé drottinn, að þá breyti ég stefnu og ákveða að fylgja honum hvert sem að hann leiðir. Og í rauninni, þannig að trúin ekki bara hvað mér finnst Jesú, heldur ég tilbúin að fylgja honum og treysta því að hann muni leiða mig á réttan veg. Einmitt. En svo náttúrulega, þú veist, þegar þú ert komin í það, ok, ég búin að játa Krist sem minn drottinn og bara hann höfðingi minns lífs og ég ætla að fylgja honum, að þá náttúrulega, þú veist. Svo kemur mánudagur og þú bara feilar. Já, þú feilar, en þá þarna munurinn orðin, nú ertu orðin í Kristi, skilurðu. Þú ert ekki eitthvað hálf í Kristi, þú ert bara í Kristi. Réttlæting þín ekki á hvað þú stendur þig ótrúlega vel, heldur á hvað Jesús Kristur hefur nú þegar gert fyrir þig. En þá erum við komin inn í síðan þennan kafla að vera rétt svo, af því að nú erum við komin inn í Krist og það getur enginn tekið okkur út þar, það getur enginn hrifið okkur úr hendi hans, skilur. En svo það gangan, þú veist bara vöxturinn í Kristi og þar erum við með alls konar. Þú veist, við erum með unga, við erum með meira þroskaða, gamla í trúnni, skilur. Og þar held ég að svona iðrun kemur inn. Það mörg trúarbrögð og hana, kannski margir meira þess að innan kristina trúar sem blanda saman réttlætingunni sem við höfum í Jesú og svo helgunarferlinu. Þannig að réttlæting í rauninni, þetta var notað fyrir dómstóla í gamla daga, þú veist, að ef þú varst réttlætur, ef þú varst með einhverja sakir gagnvart þér, eða þá borið upp dóm gagnvart þér, ef þú varst dæmdur réttlátur, þá varstu laus við afleiðingu, þú veist, þú varst saklaus. Og þannig að það sem að Jesús segir aftur og aftur, eða þú veist það sem Biblan segir aftur og aftur, að réttlæti okkar fundið í Guði einum. Svo á hinn bóginn eftir með helgunarferlið okkar, sem hann hefur lofað mér að ég muni breytast frá einum dagi, frá einu ári yfir í annað, til þess að líkjast Jesú Kristi meir og meir. Og þar held ég að þú þurfur að pæla í, ég með raunverulega trú? Þú veist, því að trúin snýst ekki að vera fullkomin. Börnin okkar geta vinað það að vera langt frá því að vera fullkomin, en trúin að ég ætla að fylgja Jesú sem drottni, þannig að þegar ég feila á mánudaginn, þá ætla ég að standa aftur upp, ég ætla að snúa mig til hans og það það sem Biblan talar sem iðrun og það að ekki bara líða illa yfir því sem ég hef gert, heldur að snúa mér frá því sem að reynir að tæla mig frá Jesú og segja nei, Jesú staðurinn sem ég ætla að vera á. Ég veit ég mun feila en hvert einasta skiptið ætla ég að standa upp aftur og ég ætla að fylgja honum. Og það svo gott, mér finnst gott dæmi til dæmis eins og bara, ef maður horfir á hjónaband, skilur, þú veist, þú ert ekki eitthvað svona næstuði giftur, skilur, þú ert giftur eða ekki og svo spurningin eftir það, þú getur átt gott hjónaband með því að leggja vinnuna í það, skilur, eða átt umrætt hjónaband af því að þú ert bara lazy og skilur nennir ekki að eða þú veist alls konar, það ekki bara lazy en ég bara segja það getur verið alls konar en punkturinn bara þessi, þú veist að hérna, ef þú ætlar að hérna upplifa uppskýru þá þarfst að leggja vinnu í það, skilur. Sérstaklega Páll Póstuli leggur svolítið mikið upp á þessu að lifa nú samkvæmt því sem drottinn segir að þú sért. Að hann hún kom með Halldóra með geggjaða setningu hérna á milli að við erum nefndar að tala stjörnuspá hérna í fyrir þættinum að hún talaði að þú veist, af hverju að leita einkenniðunni í stjörnunum þegar þú getur farið til þess sem skapaði stjörnunar sem geggjuð setning. Ég held að Halldóra ætti að vera meira fyrir fram myndavælina frekar en að klippa hérna en þannig
það þú veist, af hverju þannig að þú finnur einkennið þitt í hver hann er og hvað hann hefur gert fyrir þig en að fara samt, þú veist, að fylgja honum trúfastlega og segja ég ætla að vera það sem hann er, sama hvað það kostar og þá er það einmitt, þú veist, Páll í Efesusbréfinu 4. kafla, í Rómarbréfinu 12. kafla, það tekur hann leggur fyrst, þú veist, í Efesus 1-3 svona hvað er fagnaðarendi, hvað einkennir þig, í Rómarbréfinu þá tekur hann 11 kafla til þess að fara bara yfir fagnaðarendi þú ert ömurlegur, þú ert að frelsar að halda góða fréttir, þú ert með frelsar í Jesú Kristi svo í Efesus 4 og Rómarbréfinu 12 þá byrjar hann að leggja út úr, ok, hvað nú? Já. Nú þegar einkennið þetta er í honum þá er ákvæmlega að lifa samkvæmt því sem þú ert þú veist, eins og bara þegar við nú veist fyrsta barnið okkar, þú veist, við löpuðum inn og ég veit, við áttum barn í maganum á þessum tíma, en svo allt í einu fekk ég að halda á drengnum, nú var ég orðin pabbi og nú var bara spurningin ætlaði ég að vera góður pabbi eða ekki, þú veist, ég get ekkert skipt einkenni núna, þú veist, þetta er bara raunveruleikin fyrir mitt líf og Biblian í rauninni gefur þessi 2 svör við þessar spurningu, það er náð sem bjargar okkur ekki verk, ekki framastæða mín ekki fullkomleiki minn og það er líka náð sem að breytir okkur og hún skilur okkur aldrei það sem við erum, þannig að hún býður okkur að koma eins og við erum en hann elskar okkur nógu mikið til þess að leyfa okkur ekki að vera þar. Já, einmitt og ég held að þú veist, já, svo náttúrulega er þetta bara þú veist, vera næstu í Kristin, já, svo náttúrulega spurning bara það líka takin í myndina þarna bara, þú veist, er tilhörur raunverulega Kristi eða ekki, þú veist, og það náttúrulega getur náttúrulega rauninni kannski enginn sagt það, annað en það að til þess að við getum hjálpa hvort öðru, þá náttúrulega eigum að dæma fólk eftir ávöxtum þeirra og þá náttúrulega þarf þá að gerast aðalega í kringum náttúrulega bara þá sem að þú ert í kringum, skilur og þeir sem að geta talað inn í lífið þitt, skilur, til að hjálpa þér en Biblian alltaf talar alveg samt líka með svona alvarleika í því að þú ert ekki að svona hvað heitir það, svona vinna hjálpræði þetta verka út hjálpræði þitt, skilur en það er Guð sem verkar í þér með ugg og ótta, en það er Guð sem verkar í þér þetta er Filippibréfið 3. kafli þetta er bæði, þú veist, það er ábyrgð hjá okkur en við liggjum samt í öryggi það að drottin er með okkur og þetta er ekki byggt að verka og ég myndi segja, þú veist, ef þú sér bara engan ávöxt í þínu lífi, engan umbreytingu þá myndi ég, þú veist, byrja að spyrja þig, þú veist, trúi ég raunverulega á Jesús Kristus sé drottin og ekki bara hugrænt, þú veist, heldur trúi ég þannig á það sést í mínu lífi að ég ætla að vera það sem Jesús er þú veist, það er svona balans á milli Jakobsbréfsins í 2. kafla í þessum 14-17 að þá segir hann, þú veist, hvað stoðabræður mínir þótt einhver segist hafa trú og þannig er með, þú veist, þú segir hennu uppi já og amen við öllum réttu hlutunum en þú hefur ekki verk mun trúin geta frelsað þig ef bróðir eða systir er nakin og vantar daglegt viðværi ef einhver segir við þau farið í friði og vermið og ykkur og mettið en þér gefið ekki það sem líka með þarnast, hvað stóða það og þá segir hann, trúin þín í sjálfri sér vanti hana verkin er dauð þannig að þannig er hann að segja okkar trú og hana er ekki bara hugræn heldur líka sést í hvernig við lifum okkar lífi en á sama tíma þá eru við þú veist, og þannig að ef þú lest bara þetta og gætur þú labbað út með það, ok, þannig að ég réttandi sjálfan mig, þú veist, Jesú var ekki nóg ég þarf að bæta við, en nei, hann er að segja þannig að raunveruleg trú sést í umbreyttu lífi, þú veist ekki það að umbreytt líf gerir þig sekan eða saklausan frammi fyrir Guði, heldur að þegar þú sérð ást hans gagnvart þér, ef þú raunverulega skilur að hann er drottinn og hann er frelsariðinn, þá mun lífið breytast. Kærleikur Guðs og leiðið til þér. Já. Við tökum pásu núna, komum eftir smá. Mér langar að láta vita því að kirkjan, Lofstofan Baptistakirkja, hefur ákveðið að búið til reikning sér fyrir trúalíf, þannig að ef þú vilt styrkja verkefnið í að framleiða þessa þætti, halda upp í heimasíðu, ef ykkur auka peningur til staðar, getur kannski farið að gera einhverja heimildarmyndir í framtíðinni eða eitthvað svoleiðis, þá getur þú bara millifært inn á þennan reikning kirkjunar sem er algjörlega til staðar fyrir bara trúalíf. Reikningurinn er 0357 22 00 4667 og kennitalan er 610 111 0920. Hæ, heyrðu, ef að þú ert ekki búin að finna þér kirkjuheimili til þess að tengjast inn í að þá ert þú velkomin á samkomu hjá okkur í Loftstofunni Baptistakirkju. Við erum í Fagraþingi 2A og samkomunar byrja klukkan 11 og þær eru samkomunar á ensku eins og er. Þú ert hjartanlega velkomin. Herru, svo
langar mig að láta vita af heimasíðun okkar, trúalíf.is, og ef þú ert með spurningar sem þú vilt að við tökum fyrir í þættinum okkar, þá máttu endilega fara inn á heimasíðuna, skoðið þar og senda inn spurningar sem að við komum okkur í. Velkomin aftur í þáttinn Trú og líf. Já, við erum að tala um trú. Getur þú verið smákristinn, temókristinn? Temókristinn. Nei, hérna, já, ég held að, einmitt, þú varst að klára að enda með hérna trúni dauðanverka. Já. Já. Og ég held að góði balans væri að lesa einmitt Efesus 2, 8-10 til þess að balansa það út. Já, ég vil lesa það núna. Því hann byrjar, takk ég eftir þessu þegar hún lesi það, byrjar að fagna erindinu, hver þú ert í Kristi, og svo byrjar hann að segja, ok, þannig að farað og gerir góð verk. Ekki til þess að réttlæta ykkur, ekki til þess að öðlast ástguðs heldur nú þegar, út af því að þú hefur hana nú þegar ástguðs. Því að af náðir þið hólpnir orðin fyrir trú, þetta er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesú til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þannig að annars eru að það er trú sem að bjargar, en það er líka trú sem að breytir og færi þið til að gefa ávöxt. Og ég held að þannig að sé með margir Íslendingar sem horfa á trú sem svona siðferðislögmál, meira heldur en ég hef heyrt marga að tala um verkin eins og það sé svona rót trúar okkar, en raunverulega þegar þú les Biblina þá sérðu að ávöxti trúar okkar eru verk, en rót trúar okkar er Jesús Kristur. Það sem umbreytir okkur er það sem hann hefur nú þegar gert. Já, og það eru sumir sem líta mjög vel út í byrjun, taka trú og segja allar réttu hlutina og svo allt einu fjarar það út. Aðrir byrja veikt í trúnni en halda áfram og eru stöðugir og Guð breytið þeim í gennum árin. En ég held líka þess að skilur ástæðan fyrir því að held ég mögulega að þú mátt hjálpa mér að svona greina þetta Gunnar. En Vessi sem talar um verkið út hjálpar eitthvað með auka ótta því að Guð sem verkar í ykkur. Þú veist, auka ótta, ég held að sé alveg alvarleiki í því, þú veist, að þetta með skilur, og raunni það er raunni það af því að við manneskjan, og ég veit ekki hvort það sé fleiri sem hafa upplifað þetta, ég hef bótað upplifað þetta, við erum svo góð í að telja okkur trú eitthvað sem kannski er ekki endilega rétt. Skiljiði, og ég held að þú veist, það gildir það sama með bara svona þú veist, ég er potturökur eða eitthvað svona, bara svona ég er pottur að fara til heimnar, eitthvað svona, og þá er ég að tala um bara, þú veist, þú gætir, maður veit aldrei hvort að maður sé bara komin í eitthvað svona já, ég er alltaf leið með mig, en svo ertu í blindni á bara, þú ert í rauninni ekkert að lifa fyrir drottin. Skilur hvað ég meina, þú veist, það er það sem ég er að hugsa, þú veist. Ég held að þannig sé kannski rótin af vandamálinu að þú ert að miða við aðra, og ég held að margir halda að þeir standa fyrir framan Guði daginn og hann miður okkur við svona meðalmanneskjuna og hvort að við vorum betri en þau, eða hvort að góðverk okkar voru betri, eða þú veist, meiri eða fleiri heldur en slæmu verk okkar og slæmu hugsanir. Og Biblan leggur út þessa hugmyndum að þegar við standum fyrir framan Guð þá er hann að miða okkur við hann sjálfan sem er fullkominn og það er enginn sem getur staðist það próf, saman hversu góður þú ert í námi. Þú veist að þannig er, þú veist, eina von þín er ekki að þú náður að betrumbæta þig. Leiður búin að klúðra einu sinni þá ert ekki lengur fullkominn og þú þarft á frelsara að halda, ekki bara betrumbætingu. Og þú veist, þannig ertu kannski að halda að Guð miði við aðra menn og ég held líka að það sé hætta ef þú ert hann úti og segir ég þú veist, sé ekki mikinn ávöxt í mínu lífi, ég sé mjög marga kristna sem að Guð er að starfa í og breyta og þeir eru samt að svona berja sjálfan sig niður út af því þeir eru að horfa á eitthvað sem er búin að ganga með Guð í 20 ár og segja af hverju er ég ekki eins og hann eða hún. Ég er náttúrulega það eru margir sem gangi gerum þetta og ég myndi passa mig líka á því að Guð er ekki búin að segja að hann ætla að gera þig eins og hann er núna eða hún er núna. Ef þú ert búin að ganga með Guði í 1 ár, ekki miðað við annað fólk sem er búin að ganga með Guði í 30 ár. Horfðu á, hvar var ég fyrir ári? Er ég búin að breytast eitthvað á seinasta ári? Og fagnaði því sem Guð er búin að gera í þínu lífi. Eins og við lásum í Efesus 2:10 áðan, það sem það segir, við erum smíð Guð skapar í Kristi Jesú til góðra verka. Orðið smíð, þannig er orðið poema, sem kemur rótar orðið fyrir poem á ensku. Það er að þú ert hans meistaraverk að nú er hann að verka í þér til þess að búa til meistaraverk úr þér og hann ætlar ekki að búa til einhvern annan sem þú sér í kirkjunu og langar að vera eins og hann er að búa til þig með sérstakar gjafir með sérstakar sögu sem að engin annar hefur og þannig að það er mjög óhollt að dæma sig með við aðra
heldur frekar að horfa á hvað Guð búin að gefa í mínu lífi og gera í mínu lífi og þú veist, vonandi eftir ár ég að ströggla við aðra synd en ég að gera okkur núna og ég vil kannski bara koma inn á líka þú veist, að þetta með auka ótta þú veist, ég er ekki að segja að þú að lifa í stöðum ótt eitthvað, ég frelsaður, það er ekki meira kannski þannig, en það meira bara að vera að hvetja þig til þess að taka þetta alvarlega já, og þú veist, að því að skilur ef að verum það góð, þú veist í Kristi skilið að vera blind þú veist, á þess að vera að tala þú veist, og horfðu frekar á bjálkan í augunni þínu heldur en að benda á flísina í auga bróðin, skilur þú veist, það svona að og vera með kirkjusamfélagi í kringu þig sem getur bendir á og elskar henni til þess að gera það líka já, þannig að þú veist, ef við erum góð jafnvel þá að gera, þú veist, hversu auðvelt þá fyrir okkur þetta bara svona detta í eitthvað svona gýr skilið, þú veist, þannig ég held að Jesús sé bara svona íta undir bara svona hei, þú veist, ekki sofna, skilið, þú veist, verið vakandi og albúin, skilið og þetta er stærsta spurningin sem þú svarar í þessu lífi meira heldur en hvernig þið gengur í vinnunni og hvað stöður þú færð, hvað annað fólk segir þig hversu vinsæll þú ert þú veist, allt annað í lífinu sem við leggjum ótrúlega mikið púður í að setja plan og reyna, þú veist, ná einhverjum ákveðum markmiðum, það er ekkert stærra markmið sem þú getur sett í þessu lífi heldur en að fatta hver er Guð og hvernig þekki ég hann og þannig held ég að segja þú er að taka þetta alvarlega þetta er alvarlegasta spurning sem þú spyrð í þínu lífi, þú veist, er ég í Kristi eða ekki og þú veist, Jesús málar myndum að það eru mismundi jarðvegir hann talar sálmann sem að sá fræi og sumt fræið fellur á grýtajörð og annað fræið fellur í þyrna og annar í góða jörð sem ber mikinn ávöxt og þú er að spyrja hver er ég í þessari myndlíkingu er ég jörðin sem er tilbúin að taka við því sem Guð ætlar að gera í mínu lífi og það þýðir að sumir eru í raun kristnir en lífið þeirra kannski er óþroskað okkur núna, það sést kannski lítið ávöxtur og sumir kannski koma til trúar bara rétt fyrir dauða sinn eins og þjórinn á krossinum sem segir bara myndi eftir mér þegar þú gengur inn í paradís og kannski hafa lítið til þess að sína fram á hvað gerði í lífinu til þess að gefa Guði dýrina en svo eru kannski aðrir sem að líta út fyrir að vera rosalega trúaðir og rosalega flottir en í raun hafa aldrei treyst á Jesú Kristi og ég held að það sé hluti að þessum ugg og ótta einmitt að pæla í því er ég að treysta á sjálfa mig og mín góð verk eða er ég raunverulega að treysta á Jesú og það er Matteus 7 er með mjög alvarlega hana í endan og segir, sem kemur til mín og segir drottin, eru ekki búin að spá í þínu nafni og lækna í þínu nafni og gera fullt í þínu nafni hann segir, ég þekkti ykkur aldrei og hérna líka fyrsta Korinthbréf 3:12-15 en ef einhver byggir ofan á grundvöllin gull, silfur, dýra, steina, tré, heiða, hálm þá mun verk hvers sem sig verða augljós dagur mun leiða það í ljós af því að hann mun opinberast með eldi og eldurinn mun prófa hvílíkt verk hvers og eins er ef nú verk einhvers fær staðist það hann byggði ofan á mun hann taka laun ef verk einhvers brennur upp mun hann bíða tjón sjálfur mun hann frelsaði verða en þó eins og úr eldi og þannig kemur einmitt þannig hljómar eins og einhver sem er búin að kannski leggja trú sín á traust en búin að vera með mjög slakt í eftirfylgni og raunverulega trúði því að Jesús væri drottinn og Jesús væri frelsari sinn en gerði lítið í lífinu til þess að gera hann dýrlegan og einhvern veginn var alltaf að ströggla veist, og það eina sem ég get gert sem prestur er að horfa á fólk og þú veist, ávöxtin sem ég sé, ég get ekki dæmt hjarta fólks og hvar það raunverulega stendur þú veist, en það fær mig til þess að hafa áhyggjur ef ég sé lítinn ávöxt en þannig talar hann einhvern sem er raunverulega kristinn en byggði með tré, hei og hálm sem að allt verk hans brann upp en hann sjálfur frelsaðist eins og í gennum eldin en hafði samt lítið pæli að standa fyrir framan Guð og segja, þú veist, ég veit að þú gafst mér svona þinn Jesú Krist og hann dó fyrir mig og ég bara gerði ekki neitt með það þú veist, ég gerði eiginlega ekkert og ég, þú veist, þannig að hugsa ég til dæmis þjófinn á krossinum sem er óglega þakkláttur fyrir frelsunarverkið en kemur fyrir framan Guð og er kannski bara, ég lifði bara sem þjófur og hafði lítið fram á að bjóða ég held að sé að þú veist, maður muna líka þú veist, að þegar við komum eins og þegar Gunnar að setja upp þetta scenario, þú veist, við erum öll þetta er svona, þetta er að fara að gera skilið, þú veist, að dómurum mun koma og við munum standa fram fyrir Guði og ég held að sé einmitt svona, við munum vera umlökin, þú veist, þá munum við fá að sjá hann augliti til auglitis og við verðum sko, við getum náttúrulega ekki lýst sko kærleikanum sem við munum finna fyrir en á sama tíma verður þetta örugglega líka, þú veist, get ég ímynda mér, þú veist,
að þegar við stöndum fram fyrir og við sjáum hann í allri hans dýrð, skiljiði, og þá örgulega skiljum við ennþá betur bara, vá, þú ert Guð almáttugur, þú tegnar við lofið þig og þá ertu með þetta bara, en akkur gerði ég ekki meira? Og þú veist að hugsa akkur lifði ég fyrir samþykki fólks sem að núna skipta álit þeirra ekkert máli. Þess að ég fattaði núna að það bara þitt álit sem skiptir máli. Og ég eiti öllu mínu lífi, ég reyna að þéna eitthvað og gera eitthvað sem að aðrir voru að lofa en ég átti að leitast eftir þínum lofum einum. Og það það sem Jesus vill. Hann vill ekki áhörundur eða aðdáendur, hann vill fylgjendur. Og hann kallar okkur til að horfa á hann úr fjarlægð. Hann kallar okkur ekki til að horfa á hann úr fjarlægð. Heldur til þess að fylgja honum þar sem hann leiður okkur. Og hann þráir að gera miklu meira fyrir þitt líf heldur en þú hefur þínar hugmyndir fyrir þitt líf. Og eins og C.S. Lewis sagði það, ég elska hvernig hann sagði það, vandamálið þitt ekki að þú sért með of stórar hugmyndir fyrir Guð, heldur að þú hugsir allt of lítið. Þú ert að hugsa næstu 10 ár, 30 ár, 40 ár, en þú ert ekki að horfa á eilíðina og vandamálið þitt ekki að þú sért með of háar væntingar eða vonir þitt líf, heldur að þú sjáir ekki það sem raunverulega skiptir máli. Og náð hans, hann hafnaðir ekki þrátt fyrir veikatrú, en hann kallaði þig til þess að lifa í lífi til fulls, skilju. Og það náttúrulega bara þér til góð, skilju. Þú veist, þetta er það alltaf sem ég að læra meira og meira sjálf, bara hann að kalla mig til að fylgja sér og af því að þú veist, hann veit að þegar ég að ganga í því sem að hann vil fyrir mig bara hverjum einasta degi, skilði, og ekki vera hrættið og ekki vera, eins og Gunnar ekki komið náðan líka, ekki vera miða með einhvern annan, heldur að þetta bara persónlegt samband á milli mín og hann, skilði, að þá upplifir sála mín eins og hún sé einmitt með lífi fullri gnægð, fattiði, af því að maður að, þú veist, bara leggja vinnu í það bara svona, já, drottin, ég þrái bara að þú noti mig, skilur, og þú gerir það bara þann hátt sem að þú telur best fyrir mig, skilur, þetta hefur ekkert með neitt annað að gera. Veist, það svo mikið frelsun í því og það svo satt hann sem að Ágústínus frá Hippo sagði fyrir 1700 árum. Guð, þú hefur skapað okkur fyrir sjálfa þig og hjarta okkur fær ekki frið fyrir en það finnir frið sinn í þér. Og þá byrjar að upplifa þetta besti staðurinn til þess að vera á. Og þetta köllun til þess að elska Guð. Og Ágústínus sagði líka elskaðu Guð að öllu hjarta og gerðu svo það sem þú vilt. Fyrst ég heyrði þetta var ég bara wow, gerðu bara það sem þú vilt. Veistu hvað ég búin að vera lélega hugmyndir. En þá sagði hann að hjarta sem elskar Guð sinn mun gera allt til þess að reyna að meiða ekki, að særa ekki sinn Guð. Og þetta einmitt lykil atriði. Ef þú ert stöðugt að spyrja ég allavega rétt svo frelsaður að þá kannski sýna það fram á hjarta þitt elskar ekki Jesú. Þá ertu kannski að spyrja ranga spurningana, kannski ertu þá meira að hugsa eins og fariseanir gerðu á tímum Jesú, hvert lágmarkið, hvað geti komist upp með, þú veist, að gera, en Jesús, hann kallar okkur ekki í lágmarkstrú, heldur til líf í fullri gnægð og hann sagði að allt lögmálið fæst ekki, þú veist, þú þarft ekki að fókusa á allt það sem þú átt ekki að gera, hugsaði bara tvennar hluti sem þú átt að gera, það að elska Guð og elska náungaðin eins og sjálf þig. Ef þú einbleinir á ástina gagnvart Guði, þá færist ástin yfir í fólki sem kringu þig. En þá þarftu ekki að hamra á sjálfu þér að þú mátt ekki þetta og mátt ekki hitt. Heldur að vita, ok, Guð elskar mig, hann vill ekki að ég sé að gera þetta, það lítur að vera eitthvað ástæða fyrir því. Og ástin sér þig. Og já. Og ég held að bara svarið þá við þessari spurningu það að annarkvort ertu kristinn eða þú ert ekki kristinn. Og að þú getur, já, svo sannarlega bara ef að þú ert kristinn, þú bara ertu kristinn og þú fer til drottins. En svo munur þarna bara ert að fara til drottins og þegar prófurinn kemur dómurinn, þú veist, allt að fara að brenna upp sem heiar hálmur eða ert að fara að hafa gull og dýra steina. Og Jesús hafnaðir ekki ef þú kemur til hans í veikleika og jável kemur bara til hans og segir mér líður eins og ég sé mér lítinn ávöxt getur þú tekið það litla sem ég hef og gert eitthvað með þetta. Algjörlega, og hann, þú veist, skilur, þetta er Guð sem að hvað sem að sér aumur og veikleika okkar. Já, þú veist að hann hefur fullan skilning og allt þegar hann var hér á jörðinni þá hefur hann hefur prófreint allar staðist allar frestingar, skiljiði, og fjall ekki í þér, hann hefur upplifaðar allar, skiljiði. Og upplifað brotin heim. Já, þannig að það er bara hvergi annar staðar hægt að finna betri skilning heldur en hjá honum. Fallega kona, viltu kveðja fólkið? Já.
takk fyrir að hlusta, við vonum enn og aftur að þetta hafi verið eitthvað til uppbyggingar. Þetta var svo sannlega fyrir mig, ég var mjög uppörðuð. Takk fyrir alla þína góðu púnta, eiginmaður. Sömuleiðis, Við bara sjáumst næst.